Eða ekki bara að byrja. Siggi heiti ég, kem frá Sindra. Loka kannski dyrunum, eða það var opnað. Og við höfum verið með nýjung í slípuvörunum og bora vörum frá okkur. Og ég byrja bara að slípa vörunum. Það er komið ný korn eins og við köllum þetta, sem heitir Victor Grain, sem rosalega, ég kalli þetta umhverfisvænasta kostið sem við höfum í slípuvöru núna. Það rykar minna og minni neistaflug og svo framvegis sem ég kem á eftir. Og þetta er svona afbrigðin sem að þetta er komið í núna, sem er hérna, sem sagt Victor Grainið. Og hvað er Victor Grain? Það er þríhinds löguð korn, þau eru öðruvísi en önnur, þeim er ekki steypt saman, bara einhvern veginn. Þegar þau detta niður þá eru þau eins og þríhyrningur. Og svo eru þau húðuð á eftir. Og það er hægt að nota þetta á miklu vinnurhraða, þau neista ekkert mikið og það er töluverð löng ending þó svo að þeir séu fljótar að vinna. Og það sem þið eru að vinna með, það hitnar minna. Töluvert mikið minna. Í sömu tilvikum geti bara komið við stálið og það er ekki funheitt. Og þið þurfið minni orku. Þurfið minna að ýta niður til að klára verkið. Leyfa skífunni að vinna, eins og ég segi alltaf. Svona hérna eru þessi venjulegu slípikorn. Þetta eru þessi típisku sem að ferð var með auðvitað og þetta eru þessi nýju. Eins og það horfið á, þá eru þau hérna svona þríhyrnis löguð sem gerir það að ef þau brotna, þá er alltaf önnur sem taka við. Þau brotna oftast í þríhyrning. Þannig að þau eru alltaf í stöðugri vinnu. Það er alltaf verið að vinna. Og hérna sjáum við þegar búið er að húða þau. Eins og hérna eru þessi skífa, getum látið þetta hérna ganga bara. Má vist ekki fara út fyrir eitthvað ákveðið. Gjörðu svo vel. Eins og ég sagði, þetta eru þríhyrndis laga slípikorn og þau eru eins löguð og þannig að þau býta rosalega vel í vinnustykki sem þau eru að nota. Og þið eru margfalt fljótar að vinna. Ég held að, Óskar, þú ert búinn að prófa þetta, eða ekki? Já. Og þetta kemur í nokkrum útfærslum frá ferð. Þetta kemur í það sem heitir kombiklikk, sem er smellikerfi, sem ég fer í eftir í 125 mm. Við höfum kosið að taka þetta megnið að þessum stærri skífum í 125, ekki 115. 115 er eiginlega lítið sem ekkert notuð á Íslandi. Það sé bara Ítalía og Spánn minni mig sem er aðalega með þetta. Og þetta kemur í fíbirskífum sem að þeir eru að ganga með í 125 venjulega. Og svo kemur þetta í svona litlum 50 mm, 50 og 75. Ég hef nú aðalega bara tekið þetta í 50. Mér finnst það, ég myndi segja 95% af viðskiptavinunum okkar, þeir taka þetta í 50 mm. Það er handhagara, betra að koma af stað. Þú ert komin í stærri flöt, þá notar ég bara stærri skífur. Og svo er þessi skífa þarna sem er að ganga, sem heitir Roadbust. Þetta er skífa sem að er hérna, þessi hérna, nýjunga. Og það er svona algjör bylting með hana. Og svo er að koma ný, sem heitir Roadbust View, sem ég ætla að sýna ykkur eftir. Það er alveg bara, hún er það nýjasta nýja og ég hef ekki séð þessa útfærslu hjá neinum öðrum framleiðenda og það er patent á því. Hérna er smá vídeó þar sem að við förum yfir sem sagt hvernig Victor Grain er.
Það er ágætt að hafa ekki hávaðan í þessu. Byrjum að sjáu því neistaflugið, þarna er hann að bara keyra sig niður úr efninu. Og talandi vikt og grein, þetta er yfirleitt, við notum þetta bæði í svart og ryðfrítt. Þú þarft ekki að vera með núna 2 gerðir, annars vegar fyrir ryðfrítt og hins vegar fyrir svart. Og þurfum við þess ekki lengur. Þannig að sjáum við hvernig kornin vinna. Þannig að ég segi, þetta er dálítil svona skemmtileg nýjung fyrir okkur. Og þetta er kombiklikkerfið. Ég er ekki ennþá því miður búinn að fá þessa í 36 grófleika kombiklikkið, þetta hérna. En það er á leiðinni. Þetta er kerfið sem við köllum smellikerfi. Þannig að þú ert alltaf að nota sama plattan og þú getur verið með mismunandi grófleika á, þurfa aldrei að skipta plattan. Og þetta er svona fljótlegt, þetta er bara takið í snúið og smellið. Og þið getur verið með flókaskífur í þessu og já, bara flipa, flóka og fíber og svona hreinsi skífur líka í þessu. Hérna er sjáum við smá vídeó kombiklikkið. Margir að nota þetta kerfi til að pólera komnir í frýtt. Og þá eru nokkra skífur sem eru notaðar í þessu kerfi. Og þetta er svona sem að því betur fyrir margir eru að sjá. Og ef við horfið á kæliraufarnar sem þið sáuð áðan, þetta þeytir loftun inn þannig að skífan er að vinna alltaf kaldar. Og þá sjáum við hérna kemur alltaf niður hvaða skífa hennar er að nota núna. Það er 120 og þarna er hraðinn 10.000 til 12.000. Og þetta er svona hraði sem við erum að ná til að varan virkir sér best. Hérna er komin í 220 og hraðinn sá sami. Með þessu kerfi þá er eiginlega nauðsynlegt að vera með hraðastýrðan slíperokk. Ekki vera með eitthvað sem er bara fastur á einu hraða. Þarna er hann komið með svona kallað fnert, svona hálfgerð filtskífa og þá sjáum við að hann er komin í 5.000 RPM-ið og ég veit að til dæmis Slipperinn og Akureyri, þeir eru farnir að nota þetta mikið. Þetta er að létta þeim rosalega vinnu. Og hérna, svo eru þau þetta með slípiefni sem þau setja á þetta. Og þannig eru þeir með þannig að fara í, þannig er hann komin niður í 1700. Og bakplatan á þessu er alltaf 115. Hún er ekki 125. En 125 skífurnar detta inn á þetta. Og þá getið þið nota hann aðeins til að beygja þegar þið viljið. Og hann er nú komið með bleika og hann er minnum ennþá í 1700 snúningum. Og þá er hann komið með annað svona púða til að vera ekki með sikkur slípukornin í. Þetta er rosaleg svona bylting fyrir þá sem eru og þurfa ekki alltaf að vera skiptum. Og eins og ég segi oft, tími eru peningar. Það er bara dýrmætir peningar. Og það tekur alltaf tíma að skiptum, sama hvað það er. Og þarna sjáðu þið árangurinn hjá, og þetta er nú töluvert gott, myndi ég nú segja.
Já, þetta sem bara halda áfram bara. Og þeir að nota þessa vöru töluvert lengi. Þetta ekki vara sem að bara hverfur 1, 2 og 3. En Victor Grane, það kemur líka í fíberskífum sem þeir eru með þarna borðanum. Og það eru bakplötur í því. Og þær eru hægt að fá þar með svona kæluröfum sem allt í lagi. Þetta rosalega mikil hagkvæmni, það löng ending á þessu, en það bara Victor Grane. Það löng ending, virkilega löng ending. Og þeir eru fljótar að vinna. Svo erum við með, já, þið þurfum ekki vera alltaf að skipta á, ef þeir eru með langt stykki, það þarf ekki vera að skipta af því þetta klárar alla leiðina. Það þarf að vera mjög langt til að það virki ekki. Og auðvitað útlína myndunin og þetta náið að sveigja af því að gúmmíplattinn, hann tekið meðal harðan, þannig að þið getið aðeins ýtt niður. Og svo kemur hérna Victor Grane líka í þessum kerfi sem heitir kombidisk. Þetta svipað kerfi og kombiklikkið að því leitinu til að bara öðru festingar. Þetta er 50 mm og þetta heitir CDR-festing, svo til önnur festing sem heitir CD. Ég eiginlega að halla mig frekar á CDR. Hún stabílli, einfaldari og fljótlegri. Þá svona CD, þá sjáu þið að það svona járnfesting sem að kemur á þetta. Það svona platti hérna með smá járni. Þegar ég hef verið að nota þetta finnst mér betra að vera með þetta. Ég búinn að prófa bæði. Og þarna náum við skarpari brúnum. Mjög góð yfirborðsvinna í þessu þetta. Og það sem við þurfum að vera, þá getum við tekið á brúnunum. Svo þægilegt. Þetta lítið, mjög fyrirferðarlítið. Og við slípum bara mjög vel. Og við reynsum bara, ef þið með ryð, þá þetta rosalega gott í að reynsa ryðið. Þetta til líka í flóka, sem hreinsi skífur. Til að taka af lausamálingu. Og skerpir. Fínt á logsuðu brúnum. Það að sama og hinnar skífurnar. Og fínslípunin, það það sama með kombiklikkið, þetta bara virkar eins, virkilega eins og virkilega frábær góð vara. Og þeir sem eru í bílasprautun og réttingu, þeir eru örugglega flestir að nota þetta kerfi hérna. Þetta þægilegt. Og svo uppáhaldið mitt hérna, rótbastið, þessi hérna skífa. Ég með sýnisot bara í 115 og þeir eru með 125. Hún þannig að að þið miði við bara gömlu slípiskífuna sem að hún 7 mm þykk. Hún þung. Þetta ekki léttavara. Þessi rúmlega þrefalt fljótari að vinna. Og hún vinnur hratt. Ég fæ alltaf spurningu hvað endist hún? Hún endist betur en 7 mm skífan og hún hraðar að vinna. En þau segi, tímið eru peningar. Og ég veit að mörg fyrirtæki eru fann að horfa á það núna. Að vera aðeins með vöru sem aðeins dýrari og en þeir að nýta hana lengur. Og sjáu þið svona uppbyggingun á því.
nýja skífan sem að koma, hún aðeins, þið geti verið að taka aðeins með brúninni. Ég hef nú ekki mælt með því. Það ekki það mikið efni á brúninni. Þetta aðalega bara, ég veit ekki hvort margir mun eftir, það var skífa sem heit Solid sem var á markaðnum. Þá þurftu undirplata við hana og það var fráferð. Og þið náðuð og þá var, ef við horfum á skífunni hérna, þá var efnið á skífunni, það var eiginlega hingað en þið náðuð aldrei að nota það. Það var eiginlega alveg fram að gatinu og það var eiginlega ekki möguleiki á að nota. Þannig að þessi hérna þannig að þið eruð að nota hana allan flötinn í einu. Ef þið notið hana eins og hún bara leggst, hún mjög bara einföld í vinnslu og ég elska þessa skífu. Hérna smá vídeó skífuna. Á að vera byrjað. Ég þarf ekki að gera svona. Jú. Ferð hefur þannig uppsetningu hjá sér að þeir eru með pröfuherbyggi eða hvað maður að segja, staði. Þeir fara út á meðal viðskiptavina í Þýskalandi og þeir eru varanir prófuð þar og þeir látnir gera komment. Það rosalega mikið sem að þeir eru í þessu að fá viðskiptavina til að gera. Og svona í smá framhjáli bætir. Sjáðu hérna rótbastið búið að vinna í 32 sekúndur og hinn enn að. Þannig að sjáðu að hún töluvert lengur, gamla góða skífan og þetta skífa frá ferð. Þannig að við erum ekki að plata neitt. Þið sjáðu þetta rúmlega þrefalt fljótar að vinna. Hún neistar minna, hún ríkar minna og talandi bara umhverfisþættin í þessu. Ef þið takið 7 mm slípiskífuna, þið að andaði ykkur 82 grömmum sem fer beint ofan í lunguna á okkur. Þetta ekki eitthvað sem að fer út í lofti. Þá eftir það sem að kemur af efninu sjálf. Og hún 10 dísibelum hljóðlátari og hvert einasta dísibel skiptir máli. Hún auðvitað léttar að vinna með henni, hraðari vinnsla og neistaflugið bara margfalt minna, eins og þið sáðu vonandi á það. Og í haust, líklega í september, október, þá að koma ný vara sem eins og þessi, nema hún mun heita Roadbust View. Í henni þá búið að gera, þetta bara það sama og var í hinni eiginlega. Hún með aukalega við hinnar það að það göt á henni. Þannig að þegar þið með þetta, þá sjáið þið alltaf hvað þið eru að gera. Þannig að vinnan hjá ykkur verður mikið nákvæmari. Ef þið eru að vinna á ykkur ákveðnum fleti, þá eru þið pottþéttir að þið sjáið hvar þið eru að fara að vinna, á hvaða fleti þið eru að fara að vinna. Þið eru ekki að svona giska stundum á eins og maður hefur séð að og þá kannski búið að gera eitthvað að vinna sem þarf að fara að lagfæra svo aftur og aftur. Og þetta þannig stærlegt að og þeir eru bara núna að vinna í því að ná upp nógu mikillir vinnslu til að við getum keyrt þetta út. Þeir vilja keyra þetta allt út í einu í allri Evrópu í staðinn fyrir að vera að taka eitt á eitt land í einu. Þannig að það kemur á markaðinn bara líklega enda september, byrjun október, voru þeir að segja við mig núna daginn. Og og hvað hefur það? Bara eins og ég að segja, hún fljót að vinna og þið sjáið flötin enn og aftur og mér finnst það skipta máli. Ég hef séð og ég var nú alltaf að segja við þá úti, af hverju gerið þið ekki eins og ég búin að sjá með sumar flipaskífur, það teknar úr svona eins og pitsusneið. Flestir hafa séð það
En þá hættan við þá að þið rekið það í horn eða hvassa brún og skífan tætist hún í sundur. Og það auðvitað stórhættulegt. Þetta að fara á 12.000 og eitthvað snúningum nema þarna götin ekki það stór að það eigi að hafa áhrif. Og auðvitað við náum mikið nákvæmari vinnu. Hérna myndband sem að þeir hafa gert í sambandi við vjúið með tilrauna eða með skífu og ég var nú úti hjá þeim í september minni mig í fyrra og þeir leyfðu okkur ekki að sjá skífuna að prófa hana, fengu bara að sjá myndir. Þannig að ef þið horfið bara á þetta, þið sjáuð alveg hérna niður og hún svakalega fljót að vinna. Ég búinn að setja smá aðstöðu hérna fyrir innan fyrir þá sem að vilja prófa og sjá hvernig þetta vinnur. Ekki vjúið að vísu en hinnar. Og ég alveg sannfærður það að þetta skífur sem að munu hægt og rólega að taka svona yfir. Sérstaklega þú ert komin í einhverja nákvæmnisvinnu í þessu. Og þetta verður bara tekið í 125 mm hérna heim. Hvenær kemur þetta? Þetta kemur í september, október. Ég myndi veðja miðjan október. En ég meina, maður samt aldrei 100% viss, geta verið tafir. En þetta þá með það sama dæmið, þetta bara heilsusamlegri vara ef maður á að kalla það þannig en aðrar sem að Ferd hefur verið með. Svo komið hérna frá Projan. Það eru svona þrepaskipti borar. Skulum bara leyfa þeim að ganga á milli. Að núna ekki lengur þörf á að forbora áður en við förum að vinna. Þarna byrjum við bara strax að vinna í gegn. Og þar líka kemur inn tímasparnaðurinn hjá okkur. Þú getur borað töluvert hraðar en venjulega. Ég fór með Projanmanninum, fór hringinn og vorum að prófa. Og við prófuðum held ég flest efni sem að hægt að prófa á Íslandi. Við tókum meira að segja heldur þessi polykarbonatplast sem yfir ljósaskermunum. Og yfirleitt ef þið borið í það, þá springur það, tætist, gerði ekki þannig. Og þetta mjög bara, hún byrjar að vinna að blessaður borinn. Þetta fína þrepaskiptingar, þið svona bara finnið valla þegar þið bara detti niður. Og þrepið byrja frá 3 mm. Við erum með þetta í þessu 1,5, 2, en það fyrir að skipta máli í 3 mm. Þá komið eitt þrep eins og maður kallar. Og þetta eiginlega hentar fyrir allt. Járn, plast, polyetylín, polykarbonat, PET. Þetta bara, við prófuðum að setja þetta í gegnum kopar og við enduðum á því að við notuðum hérna kælivökva á það. En hún beit sig ótrúlega flott inn. Hérna sjáum þið sem sagt hvernig venjulegar, margir kannast við þegar við erum að byrja að vinna, að það byrjar að springa eða borið byrjar að leita til hægri og vinstri. Það vont að ná, þessi byrjar bara strax. Við sjáum hérna líka, það byrjar bara strax að vinna. Þetta eiginlega fyrir mér alveg ótrúlega skemmtileg vara. Hvað hægt að fá þess að bora upp í stór?
Heyrðu, það er til núna upp í 13 en mun fara upp í 16 og þá verða niðurendir. Og hérna sjáum við bara hluta af, líka þegar það er að nota borana, þá sjáum við að götin eru hringlótt. Þau eru ekki, flest öll göt hefur verið að nota venjulega bora, þau eru ekki öfuð. Þarna er það ekki. Og hérna er gegnum smá timbur og sama. Hún er bara að taka þetta vel. Þannig að þið getið byrjað strax á því að nota bora hérna stærðina sem þið ætlið að nota í staðinn fyrir að vera að hlaupa á milli. Og þetta er bara þvílíkur tímasparnaður. Hérna sýnist mér þetta vera hérna ál eða eitthvað blikk, mjög þunnt. Og þannig sjáu þið bara allstaðar er það sama. Og eins og segi, við fórum með, notum 8 mm bor þegar við fórum hringinn. Við fórum með 3 bora, hringinn í kringum landið, stoppuðum á mörgum vinnustöðum og útibúunum okkar út á landi og kúnninn var bara að prófa, fekk að prófa. Og hérna, það voru allir með götin alveg hringla og voru hissa hvað þetta var snöggt. Við vorum með hina borana, þessa venjulegu, og ég var að nota gerð sem er frekar góð sem ég var með. Og hérna, hún var samt að gera þessi göt. Við vorum með 2 vélar þannig að kunni gat prófað hvað var betra. Hérna, þannig að fyrir okkur sem erum að bora eitthvað að ráði, þá er þetta skipta máli. Og í kjölfara við fengum þetta þá gat ég fækkað borategundunum hjá mér í vinnunni töluvert, bæði í stærðum og gerðum. Ég held ég að við hætt með 3 gerðir, að því þessi tók allan pakkan. Og þetta er auðvitað til í settum auðvitað og alltaf þetta fá inn í settin. Og ég veit ekki hvort þið sjáið hérna að byrjar hérna í 3 mm, smá þrek, kannski betra að segja kóbaltinu hérna. Þetta er auðvitað til í kóbalti líka fyrir ryðfrítt. Þess á að ganga í bæði, hann gerir það, en flest allir eða eru ryðfríð þá vilja að vera með kóbalt líka til að rugla ekki borunum saman. Hvað varst að nota í hvað? Það smita ekki á milli. Það er ekki hægt að skerpa þessu? Nei, en það var einn sem kom með hansi sniðu á leið. Hann sagði bara, þegar þeir eru hættir að vinna, þá bara sagar að þeim og dregur það upp á nýtt. Þá ertu komið lengri endingu á þeim. Hérna er bara, ég tók þetta vídeó í hringferðinni og hérna vorum við búin að prófa, sem sagt við vorum ekki búin að festa þetta nú, og hérna sjáum við þegar að vera að fara í gegnum rör sem er nú mjög erfitt oft að leikur á. Og hérna, þetta er svínvirkar og það eru margir farnir að bara henda sér yfir á þessa gerð núna í staðinn fyrir hina. Þetta er bara tímasparnaður. Og enn og aftur, ég er alltaf að tala um tímasparnað, að hérna tíminn er bara rosalega peninga fyrir öll fyrirtæki og sérstaklega nú til dags. Svo hérna, ég þakka kærlega fyrir þetta, svo ef þið hafið áhuga þá erum við búin að setja upp hérna fyrir innan vélar, þið getur prófað, leikið ykkur með, sjáðu hvernig er. Ég veit ekki hvort Óskar var búin að finna borvél fyrir mig. Fyrir það? Kannski var þetta viktigrein, er þetta patent á þessu eða eru fleiri sem eru með eitthvað svipað? Sko, það má líka þessu saman við hérna Kúbir, já það gaf fyrir Kúbirkon. Nema þetta er betra. Þetta er
þeir segja 20-25 sinnum betra en Kuprigon sem búið að mæla. En ég meina, ég segi bara prófið þið sjálfir og reynið og þá munið þið bara sjá munin og þannig að ég sé ekki að segja eitthvað annað. En þetta eru bara, ég held meira að segja kornin þeirra séu öðruvísi. Þetta eru Hvaða efni eru notað í þessu korn? það er staðlindamál. Ég hef ekki fengið að vita. Ég hef reynt það sko. Og þeir eru búnir við erum búin að vera með þetta núna í tæpt ár, kannski rúmt, og þetta er að taka yfir ef við tökum 7 mm slípiskífuna núna, þá myndi ég segja að ég er að selja sjálfur svona 10% 7,0 á móti 90% að hinu. Kúnninn er að snúa sér yfir. Jú, þetta er tvöfalt dýrara en venjuleg slípiskífa, en þið eru að nota hana mikið lengur og hún er hraðar að vinna, töluvert hraðar að vinna. Er þá líka að vinnarum í jafn eða þú sér ekki? Já, vinnum bara mikið jafn. Tímanum eitthvað, verður mun verri? Nei. Þetta er bara þangað til Nei, hægt að vinna. alls ekki. Og meiri séu taki bara gömlu góðu 7 mm skífuna, ef við erum að nota hana, að við erum alltaf að nota hana svo mikið á jaðrinum hérna og þá vorum við alltaf að beitinu eiginlega vittlust. Það á að beitinu þetta í þessum gráðum sem erum við 15 gráðum, 10-15 gráðum og já, gjör svo vel. Ég tek þetta áfram. Þannig að þið eru alltaf að nota allan flötinn. Við erum ekki að nota bara hluta af fletinum, við erum að nota þetta allt saman. Og ég meina fyrir flesta sem er að þessu, ég get bara tekið til dæmis Kaupfélagið á Sauðárkrók, vélaverkstæði hjá þeim, þeir skiptu alveg út. Og ef þeir eru að fara í Suðurhorn, þá eru bara að nota 3,2 eða 2,4. Þeir eru eiginlega hættir með 7,0. Og meira segja þessi gömlu sem eru vana fastastir að öllum, eiginlega sama hvað fyrirtækið er, þegar þeir eru búin að prófa þetta, þá eru þeir búin að snúa sér. Ég með eitt gott dæmi með svona vöru, að ég kom að ákveðnu fyrirtæki í Hafnarfirði fyrir einhverjum, það var forverið þessara skífa sem heit Solid og þeir voru að taka skóflurnar af jarðýtu og voru að slípa þær til. Og það stóð þarna gæi út í suddanum og það var góður suddi og ég hefði ekki viljað standa þarna en hann stóð þarna úti og var að slípa og hann var með gömlu 7 mm skífuna og ég vissi að þeir voru nýbúin að kaupa svona kassa. Þannig að ég rölti inn og spurði verkstjórann hjá þeim að hvort við ættum ekki prófa, alveg við vonum að prófa að nota hina. Jú, en maðurinn sem var að nota skífuna, hann sagði, nei, þetta er það besta sem ég nokkuð tíma að nota og ég ætla ekki að breyta. Þannig að verkstjórinn tók að honum völdin og hann var látinn fá þetta og nema hann hafði sagt við mig í millitíðinni að þetta var á miðvikudegi, hann átti að klára og búið að reikna út að verkið átti að klárast að hádegi á mánudegi. Þá átti hann að vera búinn að þessu. Ég kem hádeginu á föstudegi, rétt fyrir hádegi, og þar situr minn maður ekki í góðu skapi, að því hann var búið með allt og mér sé búið að setja á beltin á jarðhýtuna aftur og ég sagði, akkur svona fúll? Að ég er búinn að þessu, nú er ég að fara í annað hundleiðilegt verkefni. En ímyndið ykkur, fyrirtæki búið að spara þarna heilan dag í vinn. Og það er töluvert mikið laun sem að þau sparaðu og gat sett mannin í annað. Ég er alltaf neitað að gefa upp hvaða fyrirtæki þetta er. En þetta er besta dæmi hvað svona vara getur borgað sig. Og þetta var forverið þessara og þessi betri. Er það nota eitthvað svipað í slípiskífum? Nei, í skurðarskífum?
Þeir hafa ekki viljað svara með það, en ég reikna með því. Annars erum við sko með, þar ég aðeins að taka til í hjá okkur að ég frá ferð eru 3 gerðir, það heitir Forte, SG og SGP. Forte svona ódýrari vara, gömul lína, eiginlega gamla lína þeirra. SG eiginlega nýjasta línan og SGP á að vera besta línan og hún þá dýrari. Ég búinn að taka þá meðvita ákvörðun að ég að hætta eiginlega allt sem heitir Forte hjá mér. Bara ég slaufa þeirri línu út og ég eiginlega búinn að minnka í SGP-inu líka. Alveg niður í þessum þá aðalega skurðarskífunum. Og þeir sem eru þannig að því að þeir duga bæði í svart og rifritt, alveg jafnvígir. Og þeir sem vilja bara rifritt, þá ég með keramikskífu fyrir þar. Þá. Og þær ef þú bara notar rifritt, þá það rosalega góðar. Og þar við að tala nýtingu og minna ryk. Ferð með svona dagskrá hjá sér eða hvernig maður að kalla þetta á góður íslensku, svona vondri íslensku, heitir ergonomics hjá þeim. Þá eru þeir að hugsa allar þessar, sem sagt, eins og ég tek hérna, þá eru þeir að hugsa þetta allt, hvernig ríkið vinnslan, það verið að hugsa þetta frá til sitt og þeir eru ekki að setja núna vörumarkaðinn sem ekki að fúnkera inn í þeirra kerfi. Sem sagt að vera umhverfisvæn, öruggari á allan hátt. Og hérna með skurðarskífu, ef við bara tökum það og komið ég tek hvort ég með hérna eina gamla ganni. Skurðarskífurnar hjá Ferð með svona pínulitlu með það. Ég veit hvort að margir hafi tekið eftir. Það eru það litlir að hérna þegar við erum að nota skífuna, þá förum við aldrei lengra en hingað. Pappi auðvitað þetta hérna. Pappi sam og rigg. Þetta bara sam og rigg. Og þá byrjar að rigga. Það engin pappi í síðuna. Þetta sérstök efnablanda sem pressuð saman. Og hérna, þannig að þú notar yfirleitt skífuna hingað. Yfirleitt það bara hingað, þú ert ekki að fara neðar. Og nema að þú takir allar hlífar af sem ég mæla aldrei með og mjög mótfallin því, auðvitað. Og hérna, þar af leiðandi þetta umhverfisvænni vara. Þessi miði var minnkaður og letrið í kringum hann allan. Hann var breyttur til að koma fleiri efni en hvað maður að segja, tilkynningum sem Evrópusambandið lætur alla vera með og þetta bara umhverfisvænna ef maður orðar það þannig en að gæsalappa að þetta mikið minnarík, margfalt minnarík. Ég allavega hef séð muninn. Við gerum prófanir úti á vörunum okkar. Fyrir ekki ég segi okkar að ég nú bara með þetta. Þetta svona hálfgert áhugamál hjá mér. Að við gerum prófanir á vörunni með okkar vörur sem við erum með sambærilegar og frá samkeppnisaðilum og við reynum að gera vöruna betri. Reynum alltaf að vera skrifan á undan. Og með þessu erum við komið skrifan á undan í slípið vöru framleiðslunni. Og með kombiklikki sem ætti að vera að fara dett í hús núna, með smellikerfinu, þá erum við konið lengra inn á þann yndislega markað. En ef að einhverja fleiri spurningar, eins og ég segi stundum við krakkana í skólanum sem ég halda fyrirlestu við, engin spurning sem heimskuleg. Það bara ef það brennur á manni, þá maður að spyrja hana. Og hérna,
ég hef verið að halda svona öryggiskynningar fyrir fyrirtæki og það vottaða Ferd, var unnið í samstarfi við Ferd. Ein vara sem á Íslandi sem var hönnuð með fyrirtæki hérna á Íslandi, Alumasterinn, hann var hannaður af Ferd sett hann á markað og það var fyrirtæki á Grundartanga sem var í vandræðum að skera leiðarana af frá álverinu, svona leiðara sem standa út, þurfti að skera það af álið og sjóða aftur á. Og þeir voru konur með tréskurðar, blöð og með þvílíkum hávaða og látum. Það kom maður frá Ferd til Íslands og við létum þá að þeir buðust til þess að vera bara guinea pig fyrir Ferdinu tilraunadýrin. Og þetta var þróað í samstarfi við þá. Ég tók myndir, tók kommenti frá þeim, hvað þeim fannst og þessi Alumaster núna myndi ég segja, afrakstur þetta íslenska fyrirtæki og það var einhverju 2 í Þýskalandi sem voru sett í þetta líka. En þetta sparaði þeim svakalega vinnu. Þeir voru að taka minni með hvort hann sagði og þeir voru að taka 1 leiðara á einum degi. Þeir tóku alla leiðarana af öllu saman, á öllu stykkinu. Þeir voru að taka það af á 3 klukkutímum. Og alltaf að nota sömu skífuna. Og þetta með svona hnúðum eða hvað maður að segja, eins og rennistálum. Og og þá kom kvörtun frá þeim að því alltaf á 5 eða 10 mínútna millibili þá þurfti að herða upp að 3 newtonum og þeir sagði við erum alltaf að stoppa, við erum að herða og við erum alltaf áfram stoppa og það tefur og þá var fundur upp nýtt bak, ný aðferð sem að þú þarft ekki að herða svona mikið og þú þarft að vera mjög mikill klaufi til að brjóta tennurnar en á móti eru bara ákveðnir aðilar sem eru búin að fá þjálfun í að nota þessa skífu þeir fá að nota hana, hinn ekki. Það kemur ykkur óvanur maður í þetta, hann getur stórslasað sig á þessu. Þannig að svona þetta bara.